Næstur á mælendaskrá Gísli Tryggvason. Formaður, góðu félagar, ég þakka málefnalegar umræður. Fyrst að því smáatriði sem að nokkrir hafa nefnt, stjórnarskipunarlög. Það það sem að frumvarp til stjórnskipunarlaga heitir samkvæmt stjórnarskránni. Þess vegna hafa lögfræðingar og málfræðingar sem stýra Alþingi allavega notast við þetta heiti. Þannig að þetta hið formlega og forna orð. Nú þá aðeins það sem að hefur beinst gagnvart minni vörn fyrir þetta minnihluta ákvæði. Ég minni á það sem ég las í heild að ef að við höldum ekki þeim möguleika núna að hafa valkost í lokin, þá við í rauninni ekki að uppfylla það sem að allsherjarnefnd Alþingis felur okkur. Hún leggur sérstaklega áherslu á að það eigi að skoða það og telur það æskilegt. Þannig að ég tel þetta felast í því umboði sem Alþingi hefur falið okkur að þetta sé möguleiki. En ég ekki að fullyrða að þetta verði nýtt og vegna orða liðs að það sé ekki gott að mjög margir valkostir verði, að þá hefur enginn, hvorki ég né aðrir haldið fram að þetta vera mjög margir valkostir. Aðeins 1, 2, í mesta lagi 3 atriði tel ég. Og með tillögu sem að Ómar Ragnarsson ætlar að flytja með mér, legg ég til að þetta verði tryggt. Þannig að hér ætla ég að kynna breytingartillögu frá mér og Ómari Ragnarssoni sem að hljóða svo, talan 8 í 4. málslið breytist í 9 og við málsliðin bætist og sé að ræða afmarkað mál sem raskar ekki samhengi annarra þátta stjórnskipunar. Nú vegna spurningar Þórhildar hver sé tilgangurinn með þessu, að þá aðal tilgangurinn sá að vernda heildar niðurstöðuna. Ef að við skilum góðri vinnu eins og við vonum og viljum, þá hætt á því að eitt atriði sem okkur missýnist með við vilja þjóðarinnar eða 2 saman felli allt plaggið. Það að segja ef að okkur mörgum verður að þeirri ósk að þetta verði borið undir þjóðina. Og ég legg aftur áherslu á það sem að vegna orða Þórhildar og Þorkels að það megi skoða þetta seinna. Það voðalega erfitt að setja málsmeðferðarreglur eftir að leikurinn hafinn. Þess vegna höfum við nú eða notað eins og fram komið margar vikur í rauninni að undirbúa þetta. Nú vegna orða Vilhjálms áðan að það sé hans skilningur að hér sé ekki stefnt að minnihlutaáliti, að þá það einmitt minn skilningur líka. Þessi spurning kom hins vegar fram rafrænt inn á fundin í gær, hvort þessi möguleiki væri. Með þessari valkostareglu verið að bjóða upp á svona minnihlutaálit. Í staðinn fyrir að það sé heilt minnihlutaálit heila stjórnarskrá, þá við bara að tala minnihlutaálit í minnsta lagi þá á 9 ef þetta verður samþykkt tiltekin afmörkuð atriði. Og ég held að í því felist mjög góð málamiðlun. Ég ætla að færa formanni þessa tillögu skriflega. Takk.